ekki verið góður aðgangur að vinnu á almennum vinnumarkaði fyrir fatlað fólk. Það AMS og það hentar ákveðnum hópi fólks sem þarf kannski litla aðstoð og við viljum aðstoða fólk sem þarf meiri tíma til þess að læra störf og þarf meiri stuðning og með þessu verkefni, Protest Search, þá viljum við bregðast við því. Project Search heiti á sérhæfðu starfsnámi fyrir fólk með þroskahömlun. Það var hannað af sérkennaranum Susie Rutkowski og hjúkrunarfræðingnum Erin Ríle á Children's Hospital Medical Center í Cincinnati-borg í Bandaríkjunum árið 1996. Námið spannar 1 skólaár eða 9 mánuði og ætlað að styðja þroskahamlaða til atvinnuþátttöku á almennum vinnumarkaði. Núna rúmum aldarfjórðungi síðar hafa verið haldin yfir 700 námskeið í yfir 20 löndum með eftirtektarverðum árangri fyrir þáttakendur í þeim. I didn't know anything about disability when I started, and had you asked me what a person with a disability could do, I thought they could wipe off tables, and I thought they could only do easy stuff. You know what I found is that I was very wrong, and people with developmental disabilities are just as capable as any of the rest of us. They learn differently. It may take them longer or shorter, but the reality is they can do things that are very, very hard as long as there's an element to those things that is routine. There are so many stories that have surprised us. Students that just get really interesting jobs in the community, students that we didn't think would gain skills that far surpass our expectations in terms of productivity, quality, and the skills that they learn, especially when the job seems like it's going to be really difficult and they're able to master the skills and kind of go beyond what we think. Sterilizing instruments that are used in the operating room, very capably done by people with developmental disabilities. They're some of the best at it. Transporting patients all around the hospital, easily done by people with disabilities. In fact, they tend to get better evaluations than some of the other staff because they're taught the right way to do it time and time again. There's so many examples in healthcare of tasks that are complex but systematic that people with disabilities can excel at. Starfsmenn ás styrktarfélags kynntust og hrifust af hugmyndafræði Project Search á ráðstefnu í Bandaríkjunum árið 2018. Í framhaldi af því hófst á vegum félagsins viðamikill undirbúningur að innleiðingu námskeiðsins á Íslandi sem ýtt var úr vör í september 2022 með stuðningi félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins og í samstarfi við Landspítalann. Valgerður Unnarsdóttir, þroskaþjálfi og Petra Þórðardóttir, náms- og starfsráðgjafi, önnuðust undirbúning og hafa umsjón með starfsnáminu. En frumkvöðlarnir Erin og Susie komu til landsins til að aðstoða þær við val á þáttakendum sem voru í upphafi 6 talsins. Rosalega flott efni, hef ekki sagt það. Þetta mjög skipulagt eins og Amerikanir eru mjög þekktu fyrir. Þetta allt svona niðurnjörvað og rosalega þægilegt, þetta svona bara handrit af hverju kennslu sem við getum bara farið eftir og alveg já, þannig að þetta frekar umfangsmikil það sem við erum búin að vera að fara yfir en bara mjög skemmtilegt og þetta bara mjög gaman að þýða þetta og fara í gegnum þetta allt saman og maður búin að læra alveg hellinga þessu bara. Já, kennsluefni sem þetta allt á ensku og byggt fyrir þá amerískan markað, þannig að við höfum þurft að aðlaga margt svona kennsluefni að okkur, bara að Íslandi og eins og það eru réttindi og skyldur fatlaðra, þannig að við erum að fara í gegnum okkar lög
og bara svona ýmislegt sem kemur á okkur einmitt hér heima. Inntökuprófið aðalega til að meta þá bara þeirra færni og í svona vissum eins og samskipta, hæfileikar og bara hreyfifærni og svona ýmislegt bara hvernig að tjá sig og svona bara fasið almennt, kurteisi og allt þetta. Þannig að það alveg margt sem við þurfum að svona tikka í og erum að fylgjast með. Choosing the interns is one of the hardest parts of our program because there's this tendency to want to pick young people who you think are going to be perfect, but we're not really meant for the young person who's perfect. They don't really need us. We're meant for the young person who needs an intensive period of training and who needs to be in a setting 5 days a week for 9 months where they're getting personalized attention and direction, and they're gaining the skills and the behaviors they need to go out and get a job, a career. We have very high expectations for the Iceland program. We've worked with them for a little while, but we've had many meetings virtually, and they've come to our conference. They have a lot of expertise in this field. It's going to be a great experience for everyone. Verkefnið í rauninni, það felst í því að þetta 9 mánaða vinnustaðanám sem fer fram inn á stórum vinnustað. Og við byrjuðum að þreifa fyrir okkur í stórum fyrirtækjum og enduðum síðan hjá Landspítalanum sem ákvaða að koma með okkur í samstarf við okkur þetta verkefni, og við erum ofboðslega þakklátt fyrir það vegna þess að sjúkrahús eru svona góður vettvangur fyrir svona nám þar sem það eru svo fjölbreytt störf innan sjúkrahúsana. Á þessum 9 mánuðum fólk að læra 3 mismunandi störf að minnsta kosti, og það eru svona 10 vikna námslótur á hverju starfsnámsstöð, og síðan eru vikur á milli þar sem við förum yfir hvernig gekk og hvað við þurfum að leggja meiri áherslu á og síðan heldur hver og einn nemandi fundi 2 sinnum á hverju tímabili þar sem hann fer yfir bara námsframvinduna sína, væntingar og hvernig hann sér svo fyrir sér framtíðina, af því að þetta miðar að því að fólk fái vinnu á almennum vinnumarkaði þegar að námi lýkur. Nú síðan líka farið yfir alls konar svona praktísk atriði önnur sem maður þarf að kunna á vinnustöðum. Það mikil fræðsla samskipti og að vinna í hópum og ljúka verkefnunum sem maður að takast á við, og síðan farið yfir fjármál og réttindi og skyldur og allt þetta sem við þurfum að fara eftir þegar við erum á almennum vinnustöðum. Það líka mikið rætt það og mikil áhersla á það að þessi vinna sem við erum að stefna að sé ekki bara þessi einföldustu störf í samfélaginu eins og að safna saman kerrum í hagkaup eða setja í poka eða eitthvað svoleiðis. Við viljum setja markið svolítið hátt fyrir fólk að það bara læri flókin störf, og við erum búin að skrifa undir samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, og það fjallað það að allir eigi að hafa sömu tækifæri til atvinnu, og það ekki þannig núna. Og við erum að tala fulla atvinnuþátttöku með öllum þeim réttindum og skyldum sem við hin búum við, og þar á meðal að fá full laun. Og svona nám bara mjög vel til þess fallið að fólk fái þá kennslu og þann stuðning sem það þarf til þess að geta tekið þátt í atvinnulífinu eins og við hin.
komin 2 mánuði inn í þetta 9 mánaða tímabil sem við höfum fyrir þetta starfsnám og við höfum náttúrulega öll lært mjög mikið á þessum tíma. Við vorum fyrstu 3 vikurnar vorum við í skrifstofuhúsnæði spítalans og vorum þar að fara yfir bara fullt af efni sem tengist í að vera í vinnu og hafa vinnu. Og síðan erum við núna búin að vera 8 vikur hver nemandi í sinni starfsnámsdeild þar sem hann að vinna störf. Og þetta hefur verið gríðarlega lærdómsríkt eins og ég segi fyrir okkur öll og við sjáum mjög mikinn mun á nemendunum hvað eru sjálfstæðari og öruggari á vinnustaðnum og það hefur bara verið óbúslega jákvætt á svo margan hátt því að við fáum líka bara óbúslega jákvæð viðbrögð frá starfsfólki spítalans, fólki sem við erum að vinna með og fólki sem við hittum á göngunum og í bílunum og það allir óbúslega jákvæðir fyrir þessu verkefni og finnst það þarft og eru bara stolt að sínu vinnustað fyrir að taka þátt í þessu með okkur. Védís var útskrifast úr FBA í vor og ég verð að segja eins og að við foreldrar höfðum talsverð áhyggjur af því hvað tæki við í kjölfarið. Okkur fannst vera takmarka úrval svona eftir framhaldsskóla fyrir þessa krakka og við höfðum talsverð áhyggjur. Og þá komu kennararnir að máli við okkur í FBA og sögðu okkur frá því að þeir eru fréttið því að til stæði nýtt project search. Það var ekki komið alveg á laggirnar en við mættum búast við því að það kemst á laggirnar þetta árið og svona útskýrði í mjög stuttu máli út af hvað prógramið gengi. Og ég var svo ánægður að heyra setupið því að mér fannst að passa svo vel, kenna krökkunum að vinna, fara síðan á vinnustað þar sem þeir eru partur af einhverju stóru og mér leist svakalega vel á þetta. Tími leið og það var ekkert komið svona alveg deadline á project search. Þannig að við sóttum með myndlistarskóla fyrir hana, það gekk ekki og svona vorum ekkert alltaf bjartsýn. En síðan kom loksins dagsetning og bara daginn sem það var hægt þá sóttum við við vissum að þetta var eitthvað sem var flott og myndi passa henni vel og mörgum þessum krökkum og við sjáum ekki eftir því. Það sem ég vona að þetta gefi þessum krökkum aukið sjálfstæði og ég sé hjá dóttur minni að hún er mun sjálfstæðari, hún fer í skóla, hún fer með strætó á hverjum degi í vinnuna, hún mætir aldrei of seint, alltaf klár og kát, spennt fyrir starfinu og hún hefur kynnst fjölda fólks niður á Landspítala og hún bara orðin mjög sjálfstæð og það það sem við stefnum að, sjálfstæði og gleði og finna sér einhverja hillu í lífinu. Við erum búin að vera í 5 mánuði sem þýðir að við erum rúmlega hálfnuð og við höfum öll lært mjög mikið og við finnum að sjálfstraustið hefur aukist til muna hjá fólkinu sem að taka þátt og finnum bara gríðarlega mikinn mun á þeim og þau við mæta bara sjálf á morgnana niður eða á sína vinnustöð og við erum svona aðeins að byrja að sleppa þeim tökunum og ég finn ekki annað en að þau séu bara gríðarlega ánægð og þetta sé mjög sjálfseflandi fyrir þau. Og síðan eru náttúrulega líka bara þetta að koma sér til og frá vinnu, fólk að eflast í því og fólk svona, þeir sem hafa ekki verið að nýta sér almenningssamgöngur eru farnir að plana það og þannig að þetta bara gríðarlega jákvætt fyrir alla. En þetta hefur náttúrulega ýmislegt komið upp og við höfum lært ofboðslega mikið og við förum bara með það inn í næsta ár. Fyrir 2 vikum síðan þá fengum við áframhaldandi styrk frá félags- og vinnumarkaðsráðherra
og við erum afskaplega þakklátt fyrir það og það alveg rosalega jákvætt að hann sýnir verkefninu mjög mikinn áhuga og svona lætur verkin tala. Hann kom að heimsótt okkur og veitt okkur styrk til þess að halda áfram á næsta ári, inn í næsta árið. Og í leiðinni þá skrifum við undir samning við Landspítalanum að vinna áfram með okkur á næsta ári. Þannig að við erum mjög ánægð með það og ég held að það sé bara að segja okkur að verkefni komið til að vera og fólki finnst þetta að vera góð viðbót við tækifærin sem að fatlað fólk hefur til atvinnuþátttöku. Kæru starfsnemar, í dag lýkur þátttöku ykkar í árs starfsnámi. Starfsnámi sem hefur byggt upp þekkingu og getu sem hjálpar ykkur til að komast í hefðbundin störf á almennum vinnumarkaði. Heilt yfir þá hefur verkefni gengið mjög vel og búið að vera frábær hópur sem kom til okkar. Tek undir líka það sem hefur komið hér fram. Þið hafið sannarlega sýnt það og sannað að þið eru fær í flestan sjó. Og ég vona að við eigum eftir að sjá ykkur hérna eitthvað meira. Þið eru allavega alltaf velkomin í kaffi. Það hefur auðvitað verið mjög krefjandi af því að þetta var náttúrulega alveg glænýtt fyrir okkur og okkur bara producers heiminu og eins starfsfólkinu á Landspítalanum, þannig að við vorum bara svona að móta þetta og innleiða þetta alveg frá byrjun. En það bara, hefur gengið bara mjög vel að aðlagast og maður hefur séð mikið mun á starfsnemunum. Þau eru bara orðin mjög svona mikið öruggar en þau voru í byrjun og fann að sýna bara mikið frumkvæði og bara í rauninu bara allt aðrir einstaklingar heldur en þau voru alveg í byrjun, finnst mér. Mér langar náttúrulega að þakka styrktarfélaginu Ás og félags- og atvinnuráðuneytinu, Guðmundi Inga, fyrir þessa frábæru hugmynd að koma svo laggirnar og mér langar náttúrulega að þakka líka starfsfólki Landspítalans. Þeir eru búin að taka þessum krökkum, opnum örmum og gera hann kleift að vinna þessa vinnu með stuðningi og hjálp og þetta hefur gert stúlkunum mína ákaflega stolta. Hún er stolt að hafa starf, að vera hluti af samfélaginu og hún er orðin sjálfstæð í kjölfarið. Hún mætti í strætó á hverjum einasta morgni til í að fara í vinnuna og hún talaði vinnuna þegar hún kom heim. Og þetta er eitthvað svona alveg nýtt. Hún hefur venjulega ekkert viljað tala það sem hún gert á daginn. En núna var stoltið svo mikið að hafa vinnuna og vera hluti af samfélaginu og vera að gera gagn að þetta var orðið umræðuefni á daginn. Og þetta er það sem ég tek svona helst úr þessu. Það var svo gaman að sjá þessa breytingu. Og ég bara óska öllum til hamingju með þetta verkefni og ég frétta að þetta verði framhald á þessu verkefni. Þannig að það eru 6 aðri krakkar að fá að spreyta sig að vera hérna á Landspítalanum og þetta hefur verið bara frábær lífsreynsla og ég bara mæli með því við alla sem ef að krakkar komast í þetta verkefni endilega takið því. Við fórum á stað í haust með hópa fólki og mínum að þetta er ekki sama fólk sem er að útskrifast frá okkur í dag. Því að þau hafa vaxið og dafnað og maður sér rosalega mikinn mun á sjálfstæði og sjálfsöryggi hjá þeim og við höfum alveg, það er eftir í tekið af fólki sem hefur unnið með okkur og svona þeim sem hafa fylgst með okkur. Þannig að það er búið að vera sérstaklega ánægilegt að
taka þátt í þessu og fylgjast með þeim, blómstra í rauninni. Og annað sem við höfum líka séð eftir veturina, þau eru miklu klárari eða sko þau hafa lyft upp væntingum fólksins sem að vinna með þeim. Að í upphafi svona voru væntingarnar að þau næðu að vinna þessi einföldustu störf, en nú hafa þau sýnt það á sjúkrahúsinu hér að þau geta tekið þátt í og unnið miklu flóknari störf heldur en almennt hefur verið talið. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem við höfum séð út í samfélaginu. Fatlað fólk er að vinna þessi einföldustu störf, og þetta verkefni leggur upp með það að sýna fram á að þau geti unnið flókin störf á almennum vinnumarkaði, jafnfætis öðru vinnandi fólki, og það er ofsalega ánægilegt að hafa séð það gerast í vetur. Þannig að ég myndi segja að þessi vetur standi algjörlega undir væntingum hvað varðar þeirra svona þroska og nám. En síðan er núna stóra áskorunin að leita vinnu og sjá hvort að atvinnulífið er ekki tilbúið að taka þátt í þessu með okkur, og það er mjög mikilvægt. Og ég held að núna við finnum alveg meðbyr að ungt fólk sem er að útskrifast úr mannustjórnun og svoleiðis, það gerir ráð fyrir því að allir séu þáttakendur og geti verið með. In this world, it's not just what people with disabilities can do, it's that we have to change how we think about what is possible.